Hvað gerðist ekki með ég var úti? Það gerðist allt, Birta. Ég búin að vera traumatized í náðin. Já, og þú varst líka úti náttúrulega þegar helling gerðist. Ég bara var úti í 2 daga, sko. Þegar Met Gala gerðist. Já, bara Met Gala. Já, Met Gala. En það kom ekki allt drama eftir Met Gala fyrir alveg nokkrum setna. Já, það alltaf þannig. Þannig að þú veist, það svona, það við vissum það, umræða myndi startast eftir að ég færi út svona geppirandi. Og svo og já, veistu, bara fyrir maður að sér þetta. Og Met Gala, það var og svo drama kringu það. Svo var sem bara basically að vera cancel bara Hollywood. Já, bara Hollywood, að það vera að blokka bara celebrities hægri vinstri. Já. Kardashian fjölskylduna mest og fullt af einhverjum svona A-listers. Það. Svo var það Hailey tilkynnti óléttu. Sem vorum búin að giska á að myndi gerast, sem við heldum kannski að myndi gera á Met, en thank God she didn't. Ángríns, það hefði verið bara eitthvað, þú veist, hvað með eitthvað bli. Þú veist, það er bara ekki verið, ekki verið flott. Kannski fatta hann það. Kannski. Já. Og svo var það Fiona Harvey, eða Martha, fór til Piers Morgan. Úr Baby Reindeer gælan. Hún fór til Piers Morgan og bara, hvað að gera? Það er rosalegt. Og svo var Kendrick og Drake dramað, bara allt brjála þar, ekkert eðlilega alvarlegar bara ásakanir. Já. Það er rosalegt. Þetta er crazy, sko. Þannig við viljum bara svona aðeins að recappa svona létt inn í allt. Bara, þú veist, fara yfir hvað er búið að gerast? Byrjum á Met. Náttúrulega þema í ár, og hún búin að ræða þetta fyrir löngu, var eitthvað Sleeping Beauty, Reawakening Fashion. Og það, þú veist, það þýtti svona, ætlum að fara í arkæfin af einhverjum flottum kjólum, svona pínu, svona Marlene-stíll, eitthvað eins og Marlene Monroe stíllin eins og Kim var búin að gera fyrir nokkrum árum, skilju. Maður hélt eitthvað að það yrði meira væpið þetta ár. Svo allir var svolítið eitthvað svona, þetta er Sleeping Beauty, eitthvað svona Reawakening Fashion, Gardens of Time. Maður bara, og ég var aldrei búin að sjá þetta Gardens of Time. Það þeim bara svona popp upp, maður bara, byrju. Þú veist það mikið þema. Já, rosalega mikið. Maður svona, líka það, alltaf. Svo byrjaði fólk náttúrulega bara að mæta eitthvað svona algjörum Blóma-vibes. Sem er, þú veist, þetta er bara flott, en samt alveg svona weird, eða þú veist, að því að ég held einhvern veginn, ég var búin að ímynda mér að stemmingin er það allt önnur í ár, þetta er meira svona eitthvað svona fashion archives og þannig sem ég var geðveikt spennt fyrir. Það er náttúrulega einhver sem gerði það, eins og Kendall og eitthvað. Jú, auðvitað, þú veist, en ég held svona að það er bara overall þema, en overall þema var náttúrulega bara svona garður og blóm og eitthvað svona. Það var flesti bara einhvern veginn þannig. Já. Bara með eitthvað blóm og eitthvað. En það er alveg rétt, þú veist, það minnsta stemmingin fyrir þessu Met Gala finnst mér í langan tíma. Já. Þú veist, það bara var lítil stemming, ekki mikið einhvern veginn. Bara, fólk var ekkert eitthvað með þessi yfir þessu. Nei, og líka bara auðvitað í ljósi aðstana, þú veist að, ég veit ekki, þú veist, hvað er hægt að halda Met og hafa það sem er í gangi? Þú veist, að stríðið sem er í gangi, Ísrael og Palestínu, þú veist, er hægt að hefðu bara átt að gjörsamlega sleppa þessu, eða hefðu þið geta mætt og verið bara ræðið þetta þar, hefðu það geta verið option? Já, það var náttúrulega allt svona mest brjálað út af þessu TikToki á Hailey Bailey influencer, það eru bara fannst öllum bara að hún var að rub it in. Já, sko, fyrir ykkur sem veit ekki, Hailey Bailey er svona, hún er ekki celebrity, hún er svona áhrifavaldur og hún svona TikTok creator og hún fékk tækifæri á að vera að taka viðtöl við fólk, ekki inn á Met, heldur í lobbyinu á hótelinu, á okkur X-hóteli, þannig að þar voru X-stjörnur og hún var bara ógeðslega spennt fyrir þessu og hún var í Mary Antoinette eitthvað, svona væpi, búning innan gæsla. Sem margir voru í, sko. Já. En hún var alveg svona extremely þannig. Og hún notaði... Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum, getur þú farið inn á teboði.is og orðið áskriftar besti.